Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson. Virðulegur forseti. Sumir þingmenn hér í umræðunni hafa lýst því yfir að þeir séu ánægðir með tóninn sem kom fram í ræðu hæstv. Fjármálaráðherra. Ég er það ekki. Ég verð að segja það bara af hreinskilni og af fullri virðingu að ég er ekki ánægður með tóninn. Mér fannst koma fram í ræðu hæstv. ráðherra að við erum þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi til að taka á skattsvikum í aflandsfélögum. Það eru aldeilis tíðindi. Það væri nú aldeilis tíðindi ef við værum það ekki, ef við værum ekki þátttakendur í þessu samstarfi, og ég geri ráð fyrir því og hef alltaf gert ráð fyrir því að við værum það og eigum að leggja okkar af mörkum í því. Jú, það á að og hefur verið loksins farið í það verkefni að kaupa gögn sem gefa til kynna umfangsmikil skattsvik í aflandsfélögum, en reyndar hafa verið að vinna úr þessum gögnum núna, en reyndar eru Panama-skjölin víða meiri og varpa ljósi á miklu víðtækari undanskot möguleg. Við erum þátttakendur í aðgerðum gegn peningaþvætti, þó það nú væri líka. Við erum það er gott. Jú, það er tilefni til þess núna, eftir allt þetta sem undan er gengið, að kannski áætla tekjutap og umfang skattaundanskota í aflandsfélögum. Mér finnst það nú kannski það minnsta sem væri hægt að gera. En líklega eru þessar tölur sem hafa verið nefndar skattsvik ýktar. Þetta var tónninn. Og gott og vel, kannski eru margir ánægðir með það. Þetta er vissulega málefnalegt og allt það og ríkt á efnislegu innihaldi. En hvers sakna ég í þessu? Hvers sakna ég? Sko, mér líður þannig bara sem Íslendingi út af allri þessari umfjöllun Panama-skjölin undanfarið, eins og ég hef verið hafður á fífli. Hvað höfum við deilt í íslensku samfélagi undanfarna áratugi? Til dæmis það hvernig við viljum mögulega selja aðgang að takmörkuðum gæðum hérna. Veiðiheimildirnar, kvótakerfið og það allt saman. Er það ekki nokkuð augljóst að margir þeir sem hafa fengið aðgang að þessum gæðum á verði sem er langt undir markaðsvirði, held ég að getum sem er alveg óhætt að segja, hafa tekið þennan pening og sett hann til tortóla eða eitthvað annað? Okkur erum við ekki brjáluð yfir því. Okkur eru þeir sem verja kvótakerfið og það allt saman, okkur eru þeir ekki líka brjálaðir yfir því. Þeir sem einhver afskriftir eftir að fara hérna þjóðfélagi í tómri ævintýramennsku fyrir hrun og fengið lán frá bönkum. Það er komið ljós núna að peningurinn sem þeir fengu að láni og lenti síðan á íslensku samfélagi, hann var tortóla. Okkur eru ekki allir brjálaðir yfir því. Okkur er hæstv. Fjármálaráðherra ekki brjálaður yfir því. Okkur líður honum ekki eins frá mér og fleirum að hann hafi verið hafður að fífli í þessu. Okkur er þetta ekki alvarlegt mál. Okkur eru þeir flokkar sem tala fyrir því að við höldum krónunni á Íslandi og höldum henni sem gjaldmiðli. Okkur eru þeir ekki brjálaðir yfir því að leiðtogi ríkisstjórnarinnar fyrrverandi sem röklaðist frá, hann var með sín auð í erlendri mynt í aflandsfélagi. Ég er búinn að vera að hlýða eftir því í allri þessari umræðu hvort að einhver fulltrúi stjórnarliða í þessari umræðu ætla að fordæma bara það, eitt og sér. Þá hræsni sem í því felst og þannig óheiðarleika. Pólitískt. Það gerir það enginn. Ræður stóriðina í landinu hérna. Það kom í ljós í dag, samkvæmt greiningu, að hún nýtur 34% lægra orkuverðs heldur en almennt orkuverð, markaðsverð er á heimsmarkaði. Hún nýtur ýmissa ívilnana. Og þeir eru margir hérna, baráttumenn þessara ívilnana sem hafa verið að bjóða stóriðinni fjárfestingarsamninga með alls konar heimildum til þess að borga ekki tiltekin gjöld. Það hefur lengi legið fyrir að stóriðan nýti sér lágskattasvæði til að flytja hagnað á landi eftir augljósum bókhaldsbrellum. Af hverju er hæstv. Fjármálaráðherra ekki jafn brjálaður yfir því eins og margir leiðtogar OECD-ríkja? Af hverju eru til þess heimildir í fjárfestingarsamningum til þess að fara í bókhald þessara fyrirtækja ekki nýttar? Þær eru fyrir hendi, aldrei verið nýttar. Þannig að nei, hæstv. forseti, ég er ekki ánægður með tóninn. Ég er ekki ánægður með það að menn skuli ekki fatta hversu ótrúleg pólitísk tíðindi það er að Ísland hafi verið uppgötvað, afhjúpað
sem það land sem í fararbroddi í því að eiga aflandsreikninga og get ekki sett það einu sinni í samhengi við allar þessar miklu deilur sem hafa átt sér stað í íslensku samfélagi á undanförnum áratug það til dæmis hvernig við eigum að hætta að selja langt undir markaðsvirði aðgang á okkar náttúruauðlindum. Hafa þær ekki bara verið fluttar á tortóla?